Akureyri og Ísafirði. Komið sæl, skulum líta hér á stöðuna á stóra Atlantshafskortinu hjá okkur. Við sjáum hæðina hérna, suður á landinu sem búin að vera að halda svolítið norðan strengnum frá okkur sem hefur stemt hérna inn á Norðursjó og inn yfir Evrópu. En það sem gerist síðan til morguns að lægðin hér sem búin að sitja hérna núna nokkra daga hérna suður frá, að hún mun keyra í átt að Bretlandseyjum og slíta hæðina í raun í tvennt og hinn helmingurinn fleytar hér í austur yfir meginlandið. En eins og við sjáum að þá keyrir hún skilin sín hérna í átt að Bretlandseyjum og þar mun rigna en þetta litla lægðadrag sem var hérna og fór austur til Noregs, það hins vegar var það sem gaf úrkoman hjá okkur hérna í morgun og farið af landi núna síðar í kvöld. Það þýðir hins vegar það þegar við skoðum hitasviði hjá okkur að það kólnar að blái strengurinn nær betur inn á land þegar fram í sækir og við sjáum aðeins glitta í bleikan lit yfir Vatnajökli og það bara ávísun á eitt og það að það herðir frost hjá okkur. Hins vegar sjáum við hvernig appelsínuguli liturinn leitar hér inn í Evrópu og það hlýnar hjá þeim örlítið aftur þegar líður á helgina. En þróunin til morgun hjá okkur að við sjáum hvernig úrkoman fer hérna suður af í kvöld og nótt. Það byrjar að þykna aðeins upp hérna um landið austanvert og koma einhver smá él inn þegar líður á daginn. En á öðru leyti að þá svona býsna bjart hérna og enda það líka hávísun að það kólnar þar sem að útgeislunum verður svona mikil. En vel bjart á landinu víðast hvar á morgun nema hérna allar austast að einhver smá él verða. En hins vegar má reikna með að kuldatölur fari nokkuð víða niður fyrir 10 stig, sérstaklega núna yfir nóttin og í fyrramálið. En síðan þróunin annað kvöld og fram á sunnudag að það svona norðanáttin fer svona heldur að bæta í þegar líður á morgundaginn og aðra nótt. Og þá aukast líka élin sem koma hérna inn á norðan og austanvert landið og þá sjáum við hérna í svolítinn bakka sem við munum snjóa samfellt úr seinni part sunnudags. En hádegi á sunnudag þá svona komin einhver mugga norðan og austanvert landið, áfram sólríkt sunnan og vestan til. Hitatölurnar svona niður undir 10 stig, býsna víða sérstaklega og það verður kaldast inn til landsins, það mildara við næsturöndinni. Og síðan ef við flettum áfram sjáum við þennan bakka koma hérna inn og það annar sem kemur hérna inn aðfaranótt mánudags, þannig það mun bæta svolítið á snjó á norðausturhorninu, sérstaklega hérna á Austurlandi og Austfjörðum, en mið-Norðurland fær einhver svona slatta af snjó í viðbót, en áfram verðum við hér í björtu veðri sunnan og vestan til á landinu, það dregur dálítið úr frosti, en það kannski svona aðal breytingin hjá okkur á milli daga. Og síðan ef við lítum aðeins yfir á þriðjudaginn að þá komin hæðarhryggur hér yfir landið en það rólegita veður víðast hvar en þessi bakki sem við sjáum hérna vesturundan hann nú kannski ekki líklega til að rætast þegar fram í sækir. Þetta orðið svolítið langt fram í tíma fyrir spátnar að spá svona nákvæmlega fyrir þessa bakka en þetta gæti hvort heldur sem staði í stað aukist eða horfið. En við skulum þá líta yfir til Evrópu. Sjáum hér lægðin á morgun, hún að nálgast Írland og skilin komin inn á Bretlandseyjar, sunnanvert Írland og Frakkland. Lægðin hér við Noregsstrendur og hún ýtir að snjókomu að vesturströndinni. Það þýðir það hins vegar að það bjart og fallegt veður austanmegin. Í Oslo og Stokkólmi fá bjart og fallegt en tiltölulega kalt veður. Og síðan svalt áfram hérna í austurhlutanum, miðbik álfunnar í austurhlutanum. En það mun nú lagast þegar fram í sækir þegar áhrif þessara lægðar farin að gæta en hún mun stefna hér í átt að Danmörku helgina. Spátn svona á svona svalari kantinu kannski með árstíma 12 til 18 stig. Þeir myndu örugglega margir vilja sjá 20 gráðurna þar og svo svolítil skúraleiðingar hér fyrir botni Miðjarðarhafs að auki. En þá skulum við skella okkur til Kanari. Þar áfram sunnan suðaustan gólukaldi. Skíða með köflum, hitti svona í kringum 20 stig, þannig að það fínasti dagur í vændum hjá þeim og ef við förum vestur haf þá sjáum við þessa myndalegu lægð hér austur af. Hennar áhrif næsta sólarhringin það hún sem ákveður þessa norðvestanátt hérna við austurströndina, öðru leyti hún óskup lítil áhrif en lægðin hér inn við Quebec og hæðin yfir Alberta, þær hins í sameiningu íta kaldaloftinu hérna niður, einhver snjómugga í Klettafjöllunum norðanverðum og svo hérna þessi skil við norðvesturströndina, þannig að Seattle eins og oft áður í svolítið vætu.
en sólríkt hérna í suðaustur hlutanum og ágætlega milt niður á Miami. En við skulum bara láta það gott heita í bili. Verið þið sæl.